Nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks var kynntur í Viðey í morgun. Hildur Björnsdóttir verður borgarstjóri. Ég vil bara vera borgarstjóri allra Reykvíkinga. Fyrrverandi starfsmaður leikskólans Múlaborgar var dæmdur í 3 ára fangelsi í gær fyrir kynferðisbrot gegn barni í skólanum. Hann var sýknaður í 2 öðrum ákæruliðum. Þarfir barna í heiminum eru miklu meiri en hjálparsamtök geta annast og mörg þeirra búa við krefjandi aðstæður samkvæmt framkvæmdastjóri UNICEF. Þjóðarleiðtogar þurfi að gera betur. Það er stál í stál á Alþingi. Miðflokkurinn hefur ekki sagt sitt síðasta í umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu. Meirihlutinn er að renna út á tíma. Það er norðaustan kaldi strekkingur og snjókoma í kortunum fyrir norðan og austan. Sauðburður er langt komin og bændur hugaði því í kvöld að koma fé á hús. Komið þið sæl. Hildur Björnsdóttir verður borgarstjóri í nýjum meirihluta Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks. Tilkynnt var meirihluta samstarfið í Viðey í morgun. Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar, verður formaður borgarráðs út maí á næsta ári, en skiptir þá við Björgu Magnúsdóttur, oddvita Viðreisnar, sem fram að því gegnir embætti forseta borgarstjórnar. Í meirihlutanum eru 12 borgarfulltrúar, 9 þeirra eru nýir í borgarstjórn og þetta er minnsti mögulegi meirihluti. 11 dagar eru frá kosningum, þreifingar og fundahöld voru allan tíman á milli þessara 3 flokka, auk Miðflokks, og formlegar viðræður flokkana 3 hófust svo á mánudaginn. Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður, þú hefur fylgst með þróun mála í allan dag og nú eru þið komin í Ráðhús Reykjavíkur. Já, við byrjum daginn í Viðey og nú erum við komin bara alla leið í borgarstjórnarsalinn í Ráðhúsi Reykjavíkur. En ný borgarstjórn tekur við á þriðjudaginn og nýji meirihlutinn tekur þá líka formlega við. Og þá fá Reykvíkingar nýjan borgarstjóra sem verður sá 24. í röðinni, sá 11. á þessari öld og Hildur Björnsdóttir er 7. kona til að gegna þessu embætti. En það var ekki annað að sjá en að oddvitarnir 3 gengju í takt í Viðey í morgun. Ég var alveg viss á því að ég ætlaði að vanda mjög til verka við þessa ákvörðun. Þetta er stór ákvörðun og við erum auðvitað að taka ákvörðun fyrir Reykjavík. Mikið traust á milli okkar oddvitanna og svona málefnalegur samhljómur. Við vorum nú alveg örugglega búin að skynja það öll í kosningabaráttunni að það var mikill samhljómur með okkur. Í hvaða málefnum þurftu þið helst að gera málamiðlanir þið þremenningarnir? Það bara kom í ljós að það var ekkert mikið neitt slíkt. Við þurftum bara að tala okkur niður á verklag og sýn varðandi til dæmis samgöngusáttmálann. Ég sé ekkert að ljóstra upp neinu leyndarmáli varðandi það að það fór kannski mestu tími að ná einhverju lendingu varðandi samgöngumálin. Borgarlína er ekki bara borgarlína. Við þurfum forgangsakreinar, við þurfum skilvirkt og flott almenns samgöngukerfi en það þarf að gera það í sátt og með skynsemi. Reykjavík ræður þess ekki ein og það er samtalið sem er framöndan. Það er samtalið við ríkið sem er að fjármagna þetta 87,5% hluta og ég hef þegar átt samtalið þetta mína kollega í Viðreisn sem eru í ríkisstjórninu og fjármálaráðuneytinu. Við ætlum okkur að taka stórar ákvarðanir í samgöngumálum borgarinnar. Við ætlum að taka stórar ákvarðanir skipulag nýrra hverfa og við ætlum að fara alveg óhikað og óhrætt inn í að hagræða í rekstri borgarinnar. Við viljum bara taka betur utan hverfin okkar, fjölskyldurnar út í hverfunum og sinna þeim betur. Þannig að ef þetta ætti að vera eitthvað þá væri þetta fjölskyldum meirihlutinn. Hvernig borgarstjóri viltu vera? Ég vil bara vera borgarstjóri allra Reykvíkinga. Já, þetta sögðu oddvitarnir 3 í Viðey í morgun en þar kynntuðu samstarfssáttmála með 16 atriðum en ætla svo að kynna lengri verkefnalista en nýji meirihlutinn tekur við á þriðjudaginn. En þau vilja meðal annars reka leikskóla á vinnustöðum, endurskoða deiliskipulag við Suðurlandsbraut og breyta skipulagi á nýjum hverfum. En það leit út fyrir tíma að yrði myndaður meirihluti 4 flokka með Miðflokknum. Nú Hildur hringdi í Ara Edvald, oddvita Miðflokksins í morgun
morgun og bauð honum að gegna stjórnarformennsku í Orkuveitu Reykjavíkur en hann hefur ekki tekið ákvörðun hvort hann þiggi það boð og Ari segir reyndar óvíst hvort að meirihluti þessara 4 flokka hefði gengið upp. Ég átta mig nú ekki á því hvort að það hafi nokkuð tíma verið raunhæft. Viðreisn hafði nú alltaf uppi einhver orðum að útiloka samstarfi Miðflokkinn og það kom nú frá, úr landsmálunum og líka frá formanni flokksins. En töldu þið á einhverju tímapunkt að þið yrðuð hluti af meirihluta? Mér fannst það bara liggja beint við þegar að úrslit kosninganna lágu fyrir. Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn eru sigurvegarar þessa kosninga. Eru vonbrigði að vera ekki meirihluta? Ég nú ekkert að horfa á það persónlega vonbrigði að vera ekki meirihluta. Ég tel að kjósendur hafi átt svona tilkall til þess. Já, þetta sagði Ari Edwald, oddviti Miðflokksins, en hér í Ráðhúsinu erum við oddvita hinna 3 flokkana sem eru í meirihluta. Já, Pétur, þarf að endurskoða samgöngusáttmálann, ég áttu vona á það tefji fyrir uppbyggingu. Já, ég held að það sé liggi fyrir og þetta er aldrei sérstakt að Viðreisn keyri á kosningabarátuna að halda áfram, bretta upp ermar og halda áfram með samgöngusáttmálann og það gerir Einar Þorsteinsson líka. Það var nú hann sem skrifaði undir samningi fyrir bara 18 mánuðum síðan en núna að hætta við þetta eða endurskoða þetta. Það finnst mér einkennilegt og ég hef smá áhyggjur af því. Sanna, þið í Vinstrinu lögðu mikla áherslu á húsnæðismálin. Já, það fer nú ekki mikið fyrir þeim í þessum sáttmála. Með húsnæði grunn, forsenda velferðar og það er svo margt fólk í dag sem býr við mjög ótryggar aðstæður, þannig að það verður að byggja upp. Þannig að það segir auðvitað ýmislegt þegar það er svona lítið fjallað húsnæðisuppbyggingu í þessum áherslum, af því þetta skiptir auðvitað íbúa borgarinnar mjög miklu máli, þannig að vonandi sjáum við ekki hægri áherslur og markaðsáherslur, af því Vinstri leggur auðvitað áherslu á félagslegar uppbyggingu. Silja Sóley, það er nú ekki komin, það hafi ekki all kurl komið til grafar við en við vitum, svona 16 meginatriði sem nýja meirihlutin vil vinna. Hvernig líst þér á? Eins og þú segir, þá aftur að koma í ljós bara nánari útfærsla og ég sé það er ekki talað mikið húsnæðismálin sem mikið áhyggjuefni og síðan er líka farið alltaf grunnt í hvernig þau ætla að útfæra ákveðna hluti og ég hef áhyggjur líka af hvernig þau ætla að haga skólamálunum og ég veit að við í minnihlutanum erum tilbúin að veita öflugt aðhald og passa að ákveðin mál komast á dagskrá og að ákveðnir hópar gleymist ekki. Öflugt aðhald, segirðu, Sanna, ætlið þið að veita öflugt aðhald, já eða nei? Já, heldur betur. Pétur? Já, en ég bara vil óska nýjum verðandi borgarstjóra til hamingju og nýjum meirihluta. Við munum styðja góð mál en jafnframt veita hart aðhald þegar þess þarf. Það verður spennandi að fylgjast með þessu. Takk fyrir þetta, oddvitar, en við kveðjum hérna úr Ráðhúsi Reykjavíkur. Takk fyrir það, Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður í Ráðhúsinu, eins og hún sagði sjálf. Ólafur Þ. Harðarson, velkomin hingað til okkar. Af hverju heldur þú að Hildur Björnsdóttir hafi farið þessa leið? Hildur lagði á megin áherslu á það í dag að hún hefði viljað mynda meirihluta með breiða skírskotun, meiri sátt, aukið traust, betri samvinna og að traust og trúnaður ríki milli leiðtogana. Þetta er kannski kjarni málsins. Þannig að það eru málefni sem var ráðið fyrir. Já, þau lögðu öll áherslu á það Einar, Björg og Hildur í dag að það ríkti góð málefnaleg sátt milli flokkana. Björg sagði reyndar að erfiðast hefði verið að ná lendingu varðandi samgöngusáttmálann en lendingin var sú að óska eftir því við ríkisstjórnina og nágrannasveitarfélögin að endurskoða samgöngusáttmálann. Þó án þess að framkvæmdum seinkaði. Og þetta þýðir væntanlega að það er ekki meiningin að rífa samgöngusáttmálann upp með rótum. Það er ekki meiningin að henda borgarlínunni á öskuhaugana, heldur frekar fara í einhverjar minniháttar breytingar sem að tefja ekki endilega, til dæmis varðandi Suðurlandsbrautina og Hólabrekku. En það leynir sér ekki að Miðflokksmenn, þeir eru svektir og þeir segja þessi svik við úrslit kosningar og það heyrist af óánægðum Sjálfstæðismönnum. Mun þetta þvælast fyrir Hildi Björnsdóttur og nýja meirihluta? Ég á síður von á því. Í könnun maskinu skömmu fyrir kosningarnar þá sagði það bil eða tæpur helmingur af kjósendum Sjálfstæðisflokksins að þeir vildu fara í meirihluta með Miðflokknum. Hinn helmingurinn sagði eða nefndi
annarkvort Viðreisn eða Framsókn. Þannig að þarna skiptir bara í 2 jafnstórar fylkingar. En hvað finnst þið þá það að bjóða Ara Edwald stjórnarformennsku í Orkuveitunni? Já, það væntanlega til marks það að Hildur vera að reyna að framkvæma það sem hún segir, að reyna að auka samvinnu milli meirihluta og minnihluta. Og heldur hann þykki það? Það veit ég ekkert En svona rétt í lokin, Ólafur Harðarson, staða Miðflokksins eftir þessar sveitarstjórnarkosningar? Já, í heildina tekið hefur Miðflokkurinn styrkt verulega stöðu sína á sveitarstjórnarstiginu. Hann fékk víða svona 10% atkvæða, allt upp í yfir 20 í fáeinum sveitarfélögum út á landi. Hann sem sé fékk 23 fulltrúa í 17 sveitarfélögunum, en það einungis einn af þessum 23 fulltrúum sem ennþá komin í meirihluta. Þannig að flokkurinn hefur ennþá verk að vinna, þó hann hafi gert sig gildandi á sveitarstjórnarstiginu. Hann á enn verk að vinna varðandi það að þykja vænlegur samstarfskostur hjá öðrum flokkum. Ólafur Harðarson, takk kærlega fyrir þetta. Og við höfum ekki alveg sagt skilið við kosningarnar því 16 nýjir borgarfulltrúar taka sæti í borgarstjórn í næstu viku. Þeir hafa fengið innsýn í nýtt starf í Ráðhúsinu síðustu daga. Hvað svona það sem helst verið að fara yfir í dag? Það bara ýmislegt alveg frá því hvenar nefndur að funda, hvenar maður mætir, hvað þið fá í laun, hvernig maður sækir í sumarbústað borgarstjórnar og alveg yfir í bara svona tiltölulega stórar og fræðilegar spurningar eins og hlutverk sveitarfélaga og lögbundin verkefni og svo framvegis. Á föstudaginn þá þeim kennt að sitja í borgarstjórn og fá að prófa pontuna og æfa sig andsvörum og svo framvegis. Þá haldin svona kannski pröfu borgarstjórnarfundur? Já, stefnan að gera það Síðast ég tóku niður í borgarstjórn þá voru þau ekki til að gera það fyrir fram á mig en við sjáum til hvernig við gengur með þessa. Og hvernig leggst þetta svo allt saman í þig? Bara vel, mér svolítið fyndið að vera svona eiginlega komin á skólabekk svona fyrstu dagana en bara mjög skemmtilegt og maður svona má ég sita hvar sem og einhvern veginn, já, þetta alveg mjög spennandi. Ég held að vísu ég sé of gamall að læra eitthvað. En ég hef auðvitað einhverja reynslu, ég hef verið á þingi og ég hef verið í forsætisnefnd þar og ég held ég kunni nú eitthvað. Við erum búin að vera að fara yfir lög og reglur og stjórnkerfi og auðvitað til þess að passa upp á það að við gerum allt rétt og við gerum þetta eins og á að gera og við erum nú ennþá 2 daga eftir á svo námskeið þannig við erum eftir að læra fullt í viðbót. Og oddvitar meirihlutans verða gestir Kastljós í kvöld en nú ætlum við að snúa okkur að öðrum fréttum. Karlmaður á 30-aldri var í gær dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir að hafa brotið kynferðislega gegn barni á leikskólanum Múlaborg. Hann starfaði sem leiðbeinandi á leikskólanum þar sem hann braut gegn barninu. Hannes Valle Þorsteinsson var dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir að hafa brotið kynferðislega gegn stúlku á salerni leikskólans í ágúst 2025. Hann játaði þau brot sín við skýrslutöku hjá lögreglu. Hannes var einnig ákærður fyrir nauðgun og kynferðisbrot gegn stúlkunni með því að hafa brotið gegn henni þegar hún var sofandi í hvíldarherbergi leikskólans. Hann var sýknaður af þeirri ákæru. Í dómnum eru gerðar athugasemdir við yfirheyrslur lögreglu varðandi þann ákærulið. Lögregla sögð hafa gengið hart að ákærða, framburður hans kerfisbundið dreginn í efa og hann ítrekað sakaður ósannindi. Hann hafi á endanum játað brotið undir þrýstingi lögreglu. 3. ákæran var gefin út á hendur Hannesi í apríl og hún sameinuð málinu. Í þeirri ákæru var Hannesi gefið að sök að hafa í nokkur skipti bitið stúlkuna í rassinn í leikskólanum. Hann var einnig sýknaður af þeirri ákæru. Þinghald í málinu var lokað. Hannes var handtekinn í ágúst eftir að foreldrar stúlkunar höfðu samband við lögreglu vegna grunns að brotið hefði verið kynferðislega á henni á leikskólatíma. Hann hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan. Mál 17 barna á leikskólanum voru tekin til skoðunar hjá lögreglu eftir handtökuna. Foreldrar 13 þessara barna kærðu Hannes fyrir meint brot gegn börnum sínum. Rannsókn 10 þeirra var hætt en 3 voru send til héraðssaksóknara. Ákæra var gefin út í þessu eina máli. Mörg börn búa við krefjandi aðstæður og þarfir þeirra eru miklu meiri en hjálparsamtök geta annast að sögn framkvæmdastjóra UNICEF. Þjóðarleiðtogar þurfa að koma saman og gera betur fyrir börn heimsins. I would say right now is a very, very challenging time in the world to be a child. 1 af hverjum 5 börnum í heiminum býr við stríðsátök.
það eru 520 milljónir barna. Ef þau væru íbúar eins ríkis væri það 3. fjölmennasta ríki heims á eftir Kína og Indlandi. Helmingur barna í heiminum býr í löndum þar sem hætta vegna loftslagsbreytinga til staðar. So the situation for children is very, very challenging, and I think, from the UNICEF perspective, we're doing our best to respond to those challenges to try to make sure that children are healthy and educated and protected, but the needs far, far outweigh what we're able to do right now. Hlutfall barna sem þarfnast hjálpar stækkar á meðan fjármagn til þróunaraðstoðar skorið niður allan heim. Russell segir niðurskurðinn skaðlegan börnum. UNICEF hafi hagrætt mikið til að mæta þessum kostnaði. But the truth is, we do need more resources because, I always say there is so much money in the world. We know that. We just have to get it moving in the direction of helping those who are most vulnerable, who are most at need, and often those are children. Russell var nýlega í Afríku og heimsótti meðal annars Súdan, Suður-Súdan og Sómalíu. Hún segir börn þar verða fyrir ofbeldi sem nánast sé ekki hægt að ímynda sér. Mörg standi frammi fyrir hungri, séu á flótta og komist ekki í skóla. Can't we as a world come together and do better by these children and really think about ways to solve these problems rather than having humanitarians kind of pick up the pieces, which is really what we're forced to do. It's really difficult and really challenging, and I think all the kind of grown-ups in the world need to come together and do better by children. Nú, að minnstakosti 1 af hverjum 4 sem hafa látist af völdum ebólu í faraldrinum í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó eru börn að sögn barnaheilla. Faraldurinn breiðist hratt út og átök á svæðinu hamla viðbrögðum heilbrigðisstarfsfólks. Yfirmaður Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar varar við árekstri sjúkdóma og átaka. Ekki sé hægt að bregðast við faraldrinum meðan sprengjur falli. Yfirvöld í Kongó hafa staðfest að 17 hafi látist úr sjúkdómnum. Grunur rúmlega 200 dauðsföll og yfir 1000 sýna einkenni. Framkvæmdastjóri UNICEF segir faraldurinn mikið áhyggjuefni. And this outbreak is very, very worrisome. It is moving pretty quickly. I think the infrastructure in the DRC and in parts of Uganda is not strong. UNICEF is there doing everything we can. We have moved in a lot of resources, a lot of protective gear. We're very focused on trying to help these communities respond to this challenge as aggressively as possible so that it doesn't spread. Children are susceptible to Ebola for sure, and it is a horrible disease, and we really need to do everything we possibly can to build up the health infrastructure in these places so that countries can deal with it, and that's not happening right now. Ekki hefur enn tekist að klára umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið. Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður, hvað stendur í vegi fyrir því að þingmenn gangi til atkvæða? Í stuttumáli Miðflokkurinn. Umræðan hófst á 4. tímanum og fram til þess að hafa allar ræðurnar verið í boði þingmanna Miðflokksins og það í rauninni ekkert farasnið á þeim. Nú, Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður Framsóknarflokksins, hann las upp yfirlýsingu skömmu eftir að umræðan hófst og lýsti því yfir að hans flokkur væri búinn að koma sínum málstað á framfæri og hafi þar með lokið máli sínu. Málið eigi nú að fara til þjóðarinnar og Framsókn treysti þjóðinni til að hafna aðildarviðræðum. Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki gefið út samskonar yfirlýsingu en þingmenn hans hyggjast ekki að svo stöddu allavega taka frekari þátt í umræðunni. En Magnús Geir, titringur meðal þingmanna út af þessu máli? Já, það það. Þingmenn meirihlutans, þeir stóðu þeirri trú að það hafi verið gert samkomulag fyrir helgi sem fólst í því að umræðan yrði kláruð í gær og atkvæði greidd í dag. Þingmenn meirihlutans líta á að Miðflokkurinn hafi þverbrotið það samkomulag en þingflokkur Miðflokksins vill ekki meina að hann hafi gengist undir slíkt samkomulag. Myndun nýs meirihluta í Reykjavík var svo sem ekki til að létta stemninguna í herbúðum Miðflokksins og hann viðhorfið þar kannski núna það engin eitt inni hjá Miðflokknum. En tíminn fyrir meirihlutan að renna út því ef máli verður ekki klárað á morgun þá fyrirhuguð dagsetning 29. ágúst í uppnámi. Hvernig getur meirihlutin leyst úr þessu? Já, það var gert hlé á þingfundi milli 5 og 6 þar sem þingforseti fundaði með þingflokksformönnum. Það var svo sem ekki niðurstaða á þeim fundi en það samtali í gangi á milli flokka. Kvöldi verður kannski leiða það í ljós hvort að þetta þrátefli haldi áfram eða samningar náist.
Það er ekkert útilokað og ég held að sé raunar líklegt ef það semst ekki í kvöld að það verður boðið til annars þingfundar á morgun en það átti að nota morgundaginn í nefndafundi. Nákvæmlega það, Magnús Geir Eyjólfsson á Alþingi. Þú fylgist áfram með þessu en takk fyrir þetta í bili. Og við förum annað. Yfirlæknir á smitsjúkdómadeild Landspítala segir aukinn fjölda berklasmita mega rekja til næmara prófs og breytts samfélags. Starfsfólk bráðamóttöku hefur kvartað undan skorti á smitvörnum. Að minnstakosti 10 starfsmenn bráðamóttöku Landspítala hafa verið útsettir fyrir berklasmiti undanfarnar vikur. Þeir gagnrýna sýkingavarnir á bráðamóttökunni og segja skort á þeim endurspegla plássleysi á deildinni. Með auknum fjölbreytileika samfélagsins og tíðari ferðalögum milli landa eykst hættan á að vera útsettur fyrir berklasmiti að mati yfirlæknis smitsjúkdómadeildar. Fjöldi berklasmita hér á landi hefur haldist óbreyttur undanfarin 10 til 20 ár. Tíðni virkra smita hefur þó dregist saman þar sem íbúafjöldi hefur aukist. Við höfum náttúrulega brugðist við því og við erum alltaf að bæta okkar verklag og það sem við höfum gert er að við erum með miklu betra próf til að meta hvort að viðkomandi hafi verið útsettur. Nýtt og næmara próf var tekið í notkun fyrir 2 árum. Náttúrulega þar sem við höfum gert skimanir, þar höfum við fundið útsetningar. Kannski útsetningar sem við annars hefðum ekki fundið hefðum við ekki verið með þessar virku skimanir í gangi og það má vera á ýmsum stöðum í bænum. Erna tekur undir að aðstæður á bráðamóttökunni séu krefjandi en segir að unnið sé að forvörnum og samkvæmt skýru verklagi gegn smitum. Við erum endalaust að leggja áherslu á að með núverandi aðstæður sem við höfum til að vinna með á bráðamóttökunni að þá viljum við þetta leggja áherslu á skýrari og betri notkun á hlífðabúnaði því það er það sem við getum gert og svo auðvitað ef einhver greinist með eða er útsettur fyrir berklum að þá höfum við skýra vinnubrögð með að bjóða upp á meðferð til þess að hindra að fólk veikist síðan meir og fái smitandi berkla. Það spáir leiðinda veðri fyrir norðan og austan á morgun, snjókomu og slyddu í innsveitum og til fjalla. Í Jökulsárhlíð á Austurlandi eru bændur í óðaönn að undirbúa sig fyrir hvellinn. Og þar er Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður. Já, hér á Héraði er rjómablíða og búin að vera í allan dag en það spáir leiðindum á morgun og Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir sem að taka gildi upp úr hádegi á morgun fyrir allt norðaustanvert landið. Við Hjalti Stefánsson tökumaður erum hér á Hrafnabjörgum 1. Hér er sauðburður langt kominn en samt þó nokkuð eftir óborið. Þórey Birna, hvernig leggst spáin í bændur? Kannski ekki allt og vel en hún hefur lagast svona eftir því sem að leið á vikuna og þá svona, já þetta verður blautt og kalt og gæti orðið úrkoma hér á þessu svæði í alltaf 4 sólarhringa sem að er slæmt fyrir bændur á þessum tíma þegar að lambfé er komið út. Og er búið að hýsa allt sem stendur til að hýsa? Við tókum ákvörðun í dag eftir að hafa hort á síðustu spá að hýsa féð ekki heldur koma út skjóli og þannig að þau geti leita sér skjóls og koma eins út hegi fyrir þau. Þannig að já, það er svona síðasti kostur er að hýsa allt féð. Væru þið búin að sleppa í afrétt einhverju ef að spáin væri ekki svona? Já, mögulega. Það er enda búið að vera kalt vor þannig að gróðurinn hefur ekki mikið farið á stað en við værum búin að sleppa geldfé og einlömbum og hugsanlega elstu tvílömbunum. En það hefur verið fleiri verkefni í dag en bara undirbúa sig fyrir veðrið. Þessi hérna fyrir aftan okkur er nýborinn. Já, það er ennþá sauðburður í gangi og ennþá tæplega 70 ær óbornar. Þannig að það er ekki bara, við getum ekki bara hugsað að koma öll í skjól og við þurfum líka að halda áfram með nætuvaktina og þessi sauðburðarstörf. Einmitt, og með það kveðjum við héðan úr Jökulsárhlíð. Takk fyrir það, Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður. Svo við ætlum að halda áfram með veðrið, Theodór Freyr. Já, hvernig er útlitið næstu daga?
Já, þetta náttúrulega mjög óspennandi tíð framöndan og að næstu dag getur sagt, veturinn ekki alveg að sleppa á okkur hendinni. Við erum að detta inn í norðaustanátt sem verður mun standa hérna allavega í næstu 2 sólarhringa. Viðbúið að það geti gerst snjókomu og slittu allavega til heiða og fjalla á norðausturhorninu. Hvar verður þetta verst? Ja, við erum svona að tala Norðurland eystra og austur á firði og miðhálendið austanvert. Á morgun þetta fyrst og fremst á hérna svona heiði. Sjáum kortið sem í loftinu? Já, sjáum kortið að þá þetta fyrst hans kannski þau eru komin upp í 200-300 metra hæð. Já. En það sem kannski viðbúið á föstudaginn að snjólínan geti sigið nærri sjávarmáli. Þannig að þá erum við farin að tala í byggð geti allan að hvítna í rót. Þannig að það bara allir varin góður og allir eiga að fylgjast vel með fréttum. Já, það er náttúrulega eðlilega allir bílar komnir á sumardag. Þetta getur haft áhrif á færð og svo eru líka áhyggjur af að lömbin eru komin út og það kannski að bændur höfða því. Já, eins og við sáum í fréttir hérna undan. Theodór Freyr, þú ferði yfir þetta allt saman á eftir að loknum íþróttum og þessu næst ætlum við að sjá hvað ber hæst í heimi íþróttanna í kvöld. 2 leikir voru í bestu deild karla í fótbolta í gær. Stjarnan og Víkingur léku fyrir þétt seinni stúku og liðin studdu við Ingvar Jónsson, markvörð Víkinga, sem glímir nú við veikindi. Eldræða Dags Sigurðssonar þar sem hann gagnrýndi framkvæmd Evrópumótsins í janúar hefur dregið dilk á eftir sér. Hann á yfir höfði sér sekt. Og það eru breytingar í hópi íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta. Liðið býr sig nú undir 2 mikilvæga leiki í undankeppni HM 2027. Íþróttir hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks var kynntur í Viðey í morgun. Hildur Björnsdóttir verður borgarstjóri. Ég vil bara vera borgarstjóri allra Reykvíkinga. Fyrrverandi starfsmaður leikskólans Múlaborgar var dæmdur í 3 ára fangelsi í gær fyrir kynferðisbrot gegn barni í skólanum. Hann var sýknaður í 2 öðrum ákæruliðum. Þarfir barna í heiminu eru miklu meiri en hjálparsamtök geta annast og mörg þeirra búa við krefjandi aðstæður samkvæmt framkvæmdastjóra UNICEF. Þjóðarleiðtogar þurfi að gera betur. Og það norðaustans kaldi strekkingur og snjókoma í kortunum fyrir norðan og austan sauðburður eru langt komin og bændur huga að því í kvöld að koma fé á hús. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið íþróttum, veðri og kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við stöndum vaktina allan sólarhringinn á RÚV.is. En við þökkum okkur samfylgdina þar sem þessum degi verið sæl.